Rafmagn og segulafl. Ef rafmagn ferðast vír myndast segulsvið utan vírinn. Vírinn breytist í raun í lítinn rafsegul sem dregur að sér allt sem á annað borð dregst að seglum. Það er hægt að gera mjög sterka rafsegla með því að nota mikinn rafstraum og eða marga víravafninga. Og þetta má prófa með einföldum tilraunum. En þetta virkar líka í hina áttina. Ef segull er hreyfður nálægt vír eða öðrum leiðara sem leiðir rafmagn, þá rjúka rafeindirnar á stað og rafstraumur myndast. Hið sama gerist ef vírinn er hreyfður nálægt segli. Með því að hreyfa segul og eða vír nálægt hvorum öðrum er með öðrum orðum hægt að framleiða rafmagn. Þetta verður í för með sér að rafall eða generator á ensku sem framleiðir rafmagn er í grunninn sama uppfinningin og hreyfillinn eða mótorinn sem breytir rafmagni í hreyfingu. Það má eiginlega segja að rafall sé hreyfill á hvolfi. Nú skulum við skoða mynd. Þetta er hreyfill eða mótor. Hér má sjá 2 fasta segla, þeir eru bláir á myndinni, og 2 rafsegla, þeir eru appelsínugulir. Með því að gæta þess að rafseglarnir hafa alltaf sömu hleðslu og föstu seglarnir í rafalnum, þá virka fráhrindikraftar sem snúa öxlunum. Þannig að með því að láta rafsegulinn snúa að föstum segli sem hefur sömu hleðslu, að þá reynir rafsegullinn að komast burtu frá fastaseglinum og við það snýst öxullinn sem rafsegullinn er fastur við. Skoðum núna rafal. Þetta er sama uppfinningin. Eini munurinn er sá að við erum búin að taka rafhlöðuna í burtu og núna er það vindorka sem snýr hreyflinum, en það gæti verið vatnsorka eða hvað sem er raun og veru. Og núna hreyfast vírarnir sem rafsegullinn er úr miðað við segulinn sem er fastur og rafeindirnar fara að rjúka af stað. Og rafmagnið streymir eftir vírunum út úr rafalnum og það má nota til dæmis til að kveikja ljósaperuna á myndinni eða safna í rafgeymi. Og hér er búið að breyta hreyfiorku vindsins í raforku og reynda varmaorku, það verður alltaf til varmi líka. Og nú er það þetta að spyrja, fyrst þetta er sama uppfinningin, er þá ekki hægt að nota raforku til að búa til hreyfiorku og nota síðan hreyfiorkuna til að búa til raforku og búa þannig til tæki sem að viðheldur sjálfur sér að eilífu? Og svarið er nei, það er ekki hægt. Það hefur ekki tekist og það mun líklega ekki takast því að það fer alltaf einhver orka til spillis, þó ekki nema til þess að yfirvinna viðnámið í rafleiðslunum.